Mamma mia, mamma mia. Ég bara rétt að vona að þú sett ekki búin að undirbúa þig. Sko, ég... Þetta óvissferð, þetta chaos, þetta Sko, I made poor decisions. Good. And I don't need to prepare. I am what I am. I like what I like. I do what I do. And here I am. Oh, very good. I change hair when I want. If I don't want, I don't. Þú mátt gera grína íturum af því að íturská mann. So I can tell you, I very, very angry I go eat. I hungry, angry. And I love go. Okay? God. You go. I will go. Aha. Where you go? I don't go. I stay. Okay. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Ég ósla fegin og sérst ekki búin að undirbúa. Nothing. Að því þú grillaði mig í síðasta þætti. I don't prepare, I go. You go? Ég var ekki nokkulega, þú veist, ég var að vakna og þurfti að fara í skrifstofuvinnu, office. I went office. I got menstrual pain. After 30 years, I got. 30 years, I wait, I pray, I say, God, menstrual pain. Ok, ég farin. Okay. You go. Hvenær Donatella ammali? Oh my God, I have no phone. Sorry. Ég með síma. Já, Donatella kann ekki neitt og hann alveg sama. Hvað meinar kann ekki neitt? Hún spurði, kanntu að sauma? No. Why? I know nothing. Veistu það, ég að fara í bíó eftir og ég samt að fara að mála mig, sko. Ég að fara að búa til Donatellu. Já, það þarf að vera dökkur augnskuggi. Já, ég veit það. Það á ekki að vera svart. Já, jú, hún með alveg dökkt hérna. Já, svart. Já, svart jú. Sko, það sem náttúrulega... Sko, hvernig þrýfum úr af sér? I will call my friend Donatella. Þetta rosalega. Já, þetta geggjað. Ha? I call everybody. Everybody. Ekki body, þá það komið út í rússneskt. Hvað, maður bara að sita hérna, þú veist, með ekkert undirbúið? Okay. Þetta er það sem þú ert að reyna. Líka undir, setur líka svart undir? Nei, mest yfir. Mest yfir? Já. Setur hún ekki undir líka? Jú, en smá? Já. Hún alltaf mála sig svona, Donatella. Viltu hvað segja fólki hver þetta er? Donatella Versace Já. è la sorella di Gianni Versace. Gianni Versace bara einn æðislegasti listamaður Ítala því að hann af þessari kynslóð sem ég elska. Hann brautryðjandi í að pikka upp úr listasögunni, talandi fortíð. Nú ekki með tölunar, hann með líður eins og ég sé bara, þú veist, ekki með neitt. Þetta svo gott að þið, að þú getur ekki verið undirbúin. Já, og ég ekki undirbúin. Þú ert ekki út á stætti. Nei. Þetta podcast. Ok, mér finnst það ógeðslega erfitt. En allavega, þá Gianni Versace, hann sagði bara, heyrðu, ef þér finnst þetta flott, þá þetta flott. Og hann byrjaði bara að taka saman og hann var líka svolítið svona djarfur með liti. Shit, ég nennis ekki, sko. Akkurju? Hæ? Nennir ekki að hlusta á þetta? Nei, ég meina mála þetta. Nennir ekki að hlusta á eitthvað svona history channel? Nei, ég nenni ekki að mála Donatellu. Vá, hvað ég skil það. Þetta er alveg svakalegt. Ég er rosalega mikið. Ég er ekki löt við að mála mig. Nei. Þetta er samt too much. Já, ég bara ger hálfa maskara, svo nenni ég ekki meir. Ég bara maskara smá, svo bara búið í skilgi þannig að fólk getur situr framann bara ok. Ég er óslega snögg að þessu.
En það verður með æfingu. En gerur bara eitt annað auga og svo Ég bara gera eitthvað, svo gleymi ég að ég sé að mála mig og svo er farin út. Shit, Já, í menntaskóla var það bara, eina sem að var sagt eitt neikvægt eitthvað, að ég maskara mig svo illa. Nei. But I don't care, I myself, I don't Hún care. með miklu meira, það ekki? Jú, hún alveg bara, en hún líka með eins og dökkbrún, svona shade, þú veist, það eins og þessi blártónn hjá þér núna, en hún með svona brown shade, dark. Ok, það setja í brúnt. Ég ætla aðeins að taka pási, ég nennis ekki alveg. Já, af því ég hef ekki alveg fókus í þáttin. Ok. Já, nú komið sumar. Það kom sumar og I love summer. Það bara, ég hef aldrei verið jafn hamingjusum að vera úti á Suðurlandsbraut með hvít grá ský og rigning og vera aðeins svo sein Það er yndislegt. með harðfisklykt af töskunni að því ég veit ekki hvað var í pokanum fyrir að því ég setti nesti og hlaupa svona yfir Suðurlandsbrautina og það var ekki grænt og ég bara I love this weather. Nei. Jú. Í alveg? Já, ég bara, já. Ég er að fara á Snæfellsnes helgina. Já, viltu Gaut er að fara að læra svona að vera sánameistari. Það er eitthvað Akkúrat. sem hann þráði. Einmitt. Og hann svo heillar eldi líka. Svo við erum að fara, en eitt geggja sem hann gerði, hann leiði eitthvað svona bíl með rúmi inni. Svo við þurfum ekki að vera í tjaldi, sem viðbjóður að vera í tjaldi. Já. Ég skil ekki pælinguna. Nei. Eða þú veist, hvað er gott við þetta? Ok, loftið, gott loft, Já. en samt er þetta Ekki stilla mér svona uppi vegg með svona málsum sem er bara mjög erfitt. Ég er ekkert búin að vinna úr neinu með tjöld. Er þetta trauma? Nei, Þetta er þetta er ekki náttúrulega tram. viðbjóður. Þetta er bara erfitt topic. Já, ok. Þetta er svona eins og að fá sólarkvíða, þú veist, þetta er eins og þegar að þessi dagur sem er gott veður í Íslandi og allir rjúka út og er að gera svo mikið. Já. En þetta er svona, verða allir að elska að vera í tjaldi. Nei, ég Nei. geri það ekki Nei. og ég verð ekkert að gera það. Nei. Og mér finnst það bara, og ég er svo fegin og Gauti viss alveg, ég var samt bara ok, það er bara í tjaldi og eitthvað. Ég hugsaði bara ok, hann langar óslega að gera þetta og ég geri þetta bara. En síðan leiði hann að bíl. Út af því að ég hata að vera í tjaldi. En hvernig er þetta að vera, þú veist, sánameistari? Hvernig gerir þetta? Þið farið... Þetta er eitthvað 3 daga námskeið Já. og það er eitthvað sána þarna, svona eldsána Já, hvar? á Snæfellsnesi, Já. á Stykkishólmi held ég. Og það er eitthvað sána, ég veit ekkert um þetta sko, en þetta er við sjóin, Ok. svo fer maður í sjóin á milli og maður er bara að setja eld í þetta og maður er að jafna hitan og þetta er 3 dagar nám sko. Ok. Svo En hvenær farið og hvenær komið tilbaka? Hæ? Fyrir á föstudaginn, Farið á kom á föstudaginn? sundaginn Ok. og ætlið þið að koma? Já, mér langar það. Ég bara veit ekki hvernig. En hvenær lendir Stefano? Hádegi á laugardaginn. Það væri bara geðvægt að þið kemur. Já. Getur ekki sofið í bílnum líka svo þurfum ekki að vera í tjaldi sem alltaf viðbjóður. Já. Spáðu bara í þetta. Já. Tekið þetta allan að koma, við verðum Já. bara þarna Já. ef þið viljið koma. Ég veit að hann hefur áhuga á því. Ok, það verður aðeinslegt að sjá hann. Já. Hérna, já, svo þetta er framundan. Já. Síðan er bara einn þáttur í viðbót hjá Grimma og Snar og síðan er Grimma og Snar komin í sumafrí. Stöðin er komin í sumafrí held ég. Já. Og hérna, já, fyrst er þetta venjulegt. Já, eitthvað var að pæla hvort ég ætti að lesa fyrir þig. Já, mér finnst þú lesa alveg ótrúlega skemmtilega. Ertu ekki grínast? Nei, ég er ekki grínast. Ég er náttúrulega svona borðilega lesblendur og glað. Nei. Það Mér ekki. finnst ótrúlega Ég var gott. það allavega. Ég held að allir þurfa að
fara meira inn í ævintýri á allan hátt. Að sjá ævintýri öllu. Já, það er svona, við komum þaðan, þú veist, eins og, þú veist, það eru margir ættbálkar sem sjá allt svona. Já, Þú veist, þau fá okkur anda inn í sig og andinn tekur út Bakkus sem er annar andi og þú veist, það er hort á. Og það er einkenni af vatnsberöldinni að mannskepnan, allir eru að leita að upplifun. Og það er þess vegna sem er svo margir að fara í ofskynjunarlyf eða allt sem er í gangi. Sumir að leita í jóga, sumir að leita í ofskynjun, sumir að hugleiða að gera eitthvað, öndun, kalt, allt þetta. Vegna þess að mannskepnan núna þessum tímum vill fá reynsluna, vill ekki bara lesa í bókum. Já, einmitt. Þannig að þá getur reynsla líka orðið í gegnum ævintýri að þú finnir þitt ævintýri. En líka að lesa er bara ein tækni við að ná í upplýsingar. Algjörlega. Þú veist, það er bara eitthvað ein tækni. Akkurat. Það er ekkit eitthvað Akkurat. eins og það sé eina tæknin. Heyrðu, en við fórum í svona 9D. Nú, Heima við vinaskauta. Nei, það er eitthvað svona, maður situr á sig headphone og er að anda. Ok. Það var rosalegt. Og hvað maður gerir? andar rosalega djúpt í, maður fer í svona altered state. Maður fer í svona lífandi. annarlegt. Ég veit ekki hvað, þú veist, þú andar svona ón í maga, andar bara með munninum, andar hann í maga og svo í bringuna og svo áfram og svo heldur stundum inn niður andanum. Þetta er mjög powerful. Þetta er mjög svona, þú ferð alveg inn í hérna djúpvitundina. Inn í líkamann. Já. Þú veist að líkamann er snillingur og hugurinn er hvolpur og vitleysingur. Ég veit það. Þannig að líkamann er alltaf með svörin. Maður getur bara sendt e-mail, þú veist, í mér. Þú varst að segja eitthvað samt. Já, ég er bara... Ég ADHD á þig. Já, það er allt í lagi. Já, vatnsberöldin. Þá vil fólk fá að hlusta á... Já, sko, vatnsberöldin byrjaði 2013 cirka og við erum svona 40 ár í svona umbreytingu, transition og ég hef oft sagt frá þess að ég verið að kenna, þú veist að ef að Einstein hefði komið inn í þetta stúdíó þá hefði þú kannski kafnað af því hann fór ekkert í sturtu. Já. Og þannig að í nútímanum þá mögum við bara hann er nú svolítið gúgú-gaga, hann Steini, Ænisteini, af því að hann fer ekki í sturtu. Ænisteini. Hann baða sér. Æni, kleini, ekki sturta. Svo, þú veist, geðdeild. Það hefur sendur á geðdeild, sendur í greiningu og enginn hefur hlustað á eitthvað starffræðirugl, af því það hefði verið svo beyond. Þannig að tímarnir sem við lifum á núna, við gerum kröfur að þú ert total. Þú veist, þú mátt ekki vera með eitthvað í felum eða það þarf að segja allt, það þarf alltaf að koma upp á yfirborðið. Og það mun gerast meira og meira og meira og meira að allt mun koma upp á yfirborðið. Geggjað. Og við verðum meira og meira og meira jöfn. Já. Og þannig að það er ég nefna gæsir sem fljúa frá Íslandi og er að fljúa til Afríku og tilbaka, þær stunda oddaflug. Við sko hvernig það virkar. Hvernig virkar. Það læra allir það. Það er einn fremst, síðan tekur önnu við. Akkurat. Þú veist, og allir fá að vera fremstir. Akkurat. Af því að reynir mest á að vera fremst og maður hvílir sig þegar maður aftast. Þannig að það er enginn sem getur verið boss í rauninni. Við þurfum að vera að dreifa því. Það er svolítið svoleiðis. Síðan líka bara, þú veist, pældi í þessu þegar maður er að deyja. Þá þarf maður bara, þú veist, maður er að láta allt frá sér. Maður er bara, maður er að sleppa takinu öllu. Já. Og þú veist, þá er svo vitlaust að hafa kannski eitt svona mikla lífinu að reyna að eignast. Þú veist, bara og síðan deyr maður og þá er maður að sleppa öllu og og þá hugsa maður bara hvað, þú veist ef maður væri all lífið bara að vinna og reyna að eignast og þetta gengur bara út á það eins og það hefur svo mikið gengið út á. Sko, það er erfitt að deyja og hugsa bara ok, ég er að fara að sleppa þessu öllu og hugsa ok, og allt mitt líf fór í þetta.
eða svona 80% af mínu lífi fór í Ég þetta fylgi. og núna er ég að sleppa þessu. Ég fylgi. Já. Plús það að þú ert að borga fyrir eitt herbergi á grund 1 milljón, þannig að allir peningarnir svo að vinna fyrir, þú veist, kostar Er svo það mikið. 1 milljón? Já, Ha? það er tekjutengt, þannig að ef þú ert með góð laun, þá bara borgar þú bara í takt við þær Já, tekjur. mér finnst það nú svolítið gott. Já, og þá borgar bara meira á grund. Já. Vá. Já, Shit, plús það að það er líka biðruð á Hrafnistu, Já. þannig að þú veist, þetta er bara svo leikskólanum. Ég skil ekki þessa pæling að fara á elliheimili, sko. Ég bara, mér finnst það einhvern veginn að stefna á það, mér finnst það bara eitthvað rugl, sko. En það fyrir við í okkar fjölskyldu ekki á elliheimili. Nei, alls ekki. En það, þú veist, Nei, í alvörni. það er ekki beint náttúrulegt, þú veist, Nei. bara eins og Gabor vinur okkar segir, það þarf þorp og ég held alveg að sé alveg einhver vakning með það, en ég menna það er það besta sem við getum, nú tek ég bara Ítalíu sem dæmi, fólk er ekkert að hrúast inn á elliheimili og þau sem er að fara þá eru þau bara svona svo, þú veist, spítali á Búlgaríu, þú veist, 1960, þú veist, Já. það er bara ekki næs. Nei. Æ, þetta er ekki næs. Þetta er ekki næs. En ég held að þetta sé, nú er dóttir mín að vinna á elliheimili Já. og er mjög mikið að sjá, hún er að skynja það hverjir hafa að lifa lífinu vel og hverjir eru með eitthvað uppsafnað. Þú veist, það kemur, það brýstu þetta út þarna. Og því að varnirna náttúrulega bara því eldri sem við verðum, þú veist, þá verða varnirnar held ég veikari eða kannski, Algjörlega, þú veist, maður getur valda haldið þeim sterkum bara út lífið. Algjörlega. Það ég veit það ekki. En hvað á maður að gera við varnirnar? Hvað? Hvað? Tala við þar. Hjálpa þeim. Já, ég er með tvennt, sko. Tíma áttaðar. Já. Þú veist, það er viti að það er rosalega mikið sem er að gera með varnir eða það er rosalega mikilvæg að vinna. Akkurat. Af því þær eru skjöldurum fyrir, þú veist, áfallinu. Akkurat. Til að komast inn í áfalli þarf það að fara í gegnum varnirna. En getur þú gefið dæmi um svona varnir? Sko, til dæmis fíkn er ein vörn. Til dæmis. Og, þú veist, stjórn er vörn, þú veist, varnir geta verið alveg bara alls konar, en já, ég myndi segja, þú veist, eins og fíkn og stjórn er mjög svona mikla varnir, eða góðir varnamekkanir. Já. Sko ég til dæmis, nú ert þú með mjög mikla reynslu af því að vera að sem sagt, kafa djúpt með þér eða fólki. Til dæmis, ég hef verið mjög heppin í lífinu og fengið mjög mikið, mjög þakklátt fyrir lífið mitt, en ég er með 0% þolinmæði. Og ég er búin að hugsa að ég er með enga þolinmæði og ég vil ekki sleppa. Hvar eru varnirnar? Er það vörn að vera ekki með þolinmæði? Ég er ekki með þolinmæði í neitt. Sko, það er náttúrulega ákveðin stjórn í því. Að vera ekki með þolinmæði? Já. Já. En það er líka samt oft þegar þú sérði eitthvað geti gengið hraða fyrir sig og þú ert búin að reikna út ógeðslega hratt. Það sem býr til kannski þetta óþol gagnvart aðstæðanum er að þú ert búin að sjá út leiðina og það er ekki verið að fara eftir þeirri leið. Þannig að það er stjórn. Það er náttúrulega bara svolítið góður hugur sem getur séð bara, já, heyrðu, þú veist, það var hægt að gera þetta svona, þá myndi þetta ganga hratt fyrir sig og ég er óslega óþólum að því að þetta er ekki sett upp, þú veist, þannig að þetta geti gengið hratt fyrir sig. En ég held að það sé, já. Ég til dæmis hefði ekki þolinmæði að sækjum að vera flugfreyja. Heyrðu, ég var að heyra um það var einu í vinnunni. Manstu sem var að segja okkur frá það? Það er rosalegt. Má bara dáist að þessu, þetta er svaka prófmaður að vera flugfreyja. Ég var einmitt að hugsa bara að það er nú gott kannski að aðra starfsgreinar færi nú bara að horfa í áttina að flugfreyjuprófunum. Já. Ó, ég veit ekkert hvað maður tala um.
við erum bara góður í leið með hvað það er að tala. Það þarf að tala um lífið, Þú tíma. byrjaði að spyrja mig, sko. Ég Víst, þú veist að spyrja, þú veist, ég er óþölum og eitthvað, eitthvað. ok, þannig að ég má ekki spyrja. Það er alltaf lægi, sko. Já, það er samt svolítið gott. Sko, ég er með mission og ég segir hvað Já. mitt mission er. Ég þoli ekki á RÚV þegar þeir sem eru með mikrofón að spyrja spurningu sem endar á já eða nei. Já. Fyrir mér er það eins og þú hafir aldrei lært neitt í að vera blaðamaður. Ef þú segir við barn sem er á hoppukastala Já, á það er Akureyri ógeðslega skrítið. og segir, er gaman? Ég veit það. Já, og það bjóða upp á spurningu sem hvað ertu að gera hér? Ég veit það. Að því, they don't want to look stupid, I know, nobody's stupid, I know, no matter, bara skiptir ekki máli. En mitt mission, þetta er svona það sem ég set aga í sjálfa mig, ég hef fyrir því að formúlera samtöl þannig að ég fæ aldrei já eða nei. Vá. Þetta er bara persónulegt, Gól. ég hef bara engan áhuga að heyra já eða nei. Það er bara annarkvort eða. Það er miklu skemmtilegra ef að við erum í samtali að segja hvað varst að gera, af hverju varst að gera þetta. Ég bara, þetta er, þú veist, ég var með reiðisvanda, rosa mikið, langan og djúpan reiðisvanda og og ég veit að það kemur frá sænskri langafu minni sem ég heiti höfuð á því ég held hún hafi verið með Íslands hatur og það var að því að var ekki til grænmetu ávöxtur á Íslandi, hún skrifaði greinar um það. En Ég er ekki svo hlæja þessu. Akkurju? Þetta er bara fyndið. Það erfist í gegnum nafnið. Já, ég veit. Já, Fjórðungur til nafns. já, en þetta var svolítið sterkur fjórðungur, svolítið ýktur. Svo það er gott að ég er ekki hér, þú veist, fyrir 3 árum það hef ég verið að útúða svo miklu. Ég útúða var alltaf svona innumvart, bara þessi er fáið og þessi svona. Núna er það bara þetta með já og nei spurningar sem trufla mig. Nú er alveg sama, hvað heitir þetta, color run. Það verður að vera smá, alltaf. Já, color run. Þú veist, ég er bara, hvað, til hvers að úða, eyða öllu svo lit, veistu hvað, þetta er óumhverfisvænt að hella dufti af lit yfir börn. Þú veist, og börnir og allir að taka selfie. Þú veist, ég hef verið þarna. Og akkur er lati, bara svo mikið læti, bara alltaf mikið læti. Ég myndi hætta að hlusta á RÚV, sko. Ég horfi á fréttur hverjum einsta degi. Fréttir á Já, RÚV já. í beinni útsendingu. Já, eða þú veist, Vá. svona kannski nokkru mínútum og seint. Í sjónvarpinu. Já, Vá. já, hverjum einsta degi. Já. Já, það er ekkert að frétta. Nei, það er ekkert. Nei, en veistu, mér finnst það bara kósí. Já, Mér finnst það þetta jarðtengja er bara mig. eitthvað svona jarðtengi. Þetta minnir mig bara af og ömmu. Af því Já. mér finnst alltaf svo kósí, þú er alltaf með sjónvarpið á og mér er svo kósí að setjast. Já, ég skil Og það. Ég skil það. svo horfði ég gær á RÚV á sænska þáttun um tískuna í Svíþjóð. Ógeðslega skemmtilegt. Þú horfir alveg á sjónvarp. Ég bara þarf svona alveg að hafa fyrir því, dagskrána. sko. Já, já. Þú veist, ég set alveg tonnatak í og set og svo stilli klukku, bara setja kjur, einn þáttur, ekki standa upp, setja kjur og svo er ég með prjónadótt, ég er búin að vera að prjóna eina peysu í 5 ár, Já. peysuna, prjóna svona 3-4 lykkjur í Já. hvert skipti, að því að og ég er alveg hægt að skamma mig fyrir það, að því að það var svo spennandi í þættinum í gær, það var svo gaman, þú veist, sænska sögu og sænska tísku og Svíar er náttúrulega bara klikkaðir. Mér finnst þeir Svíar- alklikkaðir. Svíar Af eru öllu. ótrúleir. Þeir eru ótrúleir, þú veist, En ert þú með sænst blóð eða er þetta bara fættistu þarna? ég er bara með ekta sænst blóð, ég er með sænst ofnami, ég er með frjókornofnami á sænskum frjókornum. Ég er rosalega ána með það, af því að þú veist, Hei, býtu, hvað er mikið sænst? 25%? Er það Já, þessi sko, ammaðin sem hataði Ísland? Estrid Falberg-brekkan, hún fættist í Vestjötland í Sverige og hún gerist kennslukona sem stórmerkilegt og það er hvað er hún fætt lok 18. öldar 1800 og eitthvað, 19. aldar og svo fer hún til Askó og verður ástfangin af íslenskum rithöfundi og fer svo til Íslands og þar byrjar hatrið. Já, og það er hatrið sem þú fær. Já, En er ekki sem mammaðin verður, hún fæði samt með ekki sem mamma þín
er, Já, mamma mín er ekki egg. nei, ég meina eggið sem verður á mömmuðinni, Já, það er í ömmuðinni áður hún byrjar að hata Ísland. sko, hún eignast, Svo kannski er þetta lært hatur, Auðvitað. frekar en ert. já, Maður veit það ekki. þetta er lært, sko. Ég veit það ekki. En ég finn samt alveg fyrir það er eitthvað sænst í mér. Ég skinni alveg og ég er mjög ánægð með það. Já, og ég finn ok. það líka í Sorry, ég tek fjölskyldur. tilbaka. Nei, af hverju? Hvað mennur þau? Ég meina, ég áttu ennþá erfitt, meikar ekki Svía. Af hverju? Að því bara mest. Hvað það er cool? Ég meina, Svíþjóð er alveg í fokki núna, en þú veist, hugsaður, 1980 Svíþjóð best í heiminum. Það var bara mekka alheimsins. Astrid Lindgren og barnabækur og barnasögur og Þetta er ekki mitt. af hverju? Ég veit það ekki, þetta bara höfðar ekki til mín. Nei, sko. Bara Skandinavi yfir höfuð. Já, ég er svona með Ameríku, ég ógæst ég hef engan áhuga á Mér finnst Ameríku. hún æðislega. Mér finnst Ameríka bara eitthvað, ég fæ bara svona, Ameríka æði. það, hvernig þá? Mér finnst Bara Ameríka hræðileg. sjónvarpsefni frá Ameríku hefur haft mikið áhrif á mig og mér finnst það bara skemmtilegt. Ég var eins og með alls konar ameríska, dót og alls konar uppfinningar. Aha. Já, sér. en þú veist að Ameríkanar eru Svíjar og eru Írar og þetta er allt innflytjendur, Já, ég veit það. þetta er allt Svíja, Larsson, Branson, Hansson, þetta er allt Svíjar. Þú ert bara með úrkynjaða sértrúa Svíja sem þú fílar vestu útgáfun af Svíjum sem eru Ameríkan. Ég fíla bara vestu útgáðan á Svíum Já, sem redneck. sem flytti til Bandaríkjanna og voru ekki eftir í Svíþjóð. Nákvæmlega, þetta eru þeir sem flúðu ísöldina í Svíþjóð, þeir Já. fóru til Bandaríkjana Já. og voru, þú veist, En það eina viti í því fólki. Já, Ég meina, pældi að vera í, þú veist, en Svíþjóð er svo fallegt. nei, Sko, Noregur er fallegur. ég hef ekki komið til Noreg, samt heiti í norsku nafni. Mér finnst það ógeðslega skrítið, ég get alveg tala norsku og eitthvað svona, en ég hef aldrei komið til Noreg. Jú, ég kom á flugvöllin, Ég heiti líka skandinavísku nafni. Ingebjörg. Mér finnst það ekki gott. Jú, mér finnst það gott, en mér finnst það ekki gott. Ingebjörg. Ingeborg. Ingeborg. Það var reyndar ein gift inn í sænskufjöldi Ingeborg. Hún var gift einum frænda sem var yfir IKEA, eitt frændi, hann héti Ingmar Wernslog, sem var frændi af og hann var sko þá yfir IKEA þegar það var bara starfað sem mest í Rússlandi. Því að IKEA er náttúrulega framleitið svo mikið í Rússlandi. Wow. Þannig að stundum getur maður séð ennþá glösum bara made in Russia. Nei. Jú, ég meina, Svíjar eru náttúrulega bara, þú veist, Svíjar eru svona eins og leynimafja, þú veist, þeir eru bara eins og mafjuróbótar, þú veist. Já, en þeir eru svo meðvirkir og Já, það er þeir eru rétt. sko Það er rétt. og kontrollfrí. Hefur þú séð Bónusfamiljan? Nei. Það er ógeðslega skemmtileg þættir. Það er þá er, þú veist, par að byrja saman og búin að eiga börni úr fyrir hjónband og er að fara í pararáðgjöf og þau eru svo lengi að koma hlutunum út úr sér og ég var þá með frönskumanni og hann sagði ég trúi ekki að þetta sé svona því að þá er til dæmis skilur í Fraklandi og Ítalíu þá segir þetta bara strax, þú þarft ekki að borga 22.000 fyrir hjónabandsráðgjöf, þú segir þetta bara á staðnum. Já. En hér þarfst að borga kannski 5 tíma í hjónabandsráðgjöf Já. til þess að segja það sem að þú gargar bara í beinni eftir korter eða Já. eftir Já. 15 sekundur. Já. Einmitt. Sko, Svíþjóð í dag er ógeðslega skrítið. En það eru margir uppfinningamenn frá Svíþjóð, það er alveg rosalegt. Þú veist, þeir fundu upp biðraðamiðana, þeir fundu upp ostaskerana. Biðraðamiða? Æ, þú veist svona, þú ert nú með 15 býði röð í banka. Já, það er náttúrulega Ok. úrelt í dag, en Já, reyndar. En það væri samt ótrúlega þægilegt í apótekum, það er ennþá. já, ok. Ég er með stundum ótrúlega skrýtna tilfinningu að Ísland í dag er svona smá svona wannabe Svíþjóð / Amerika in the 80s. Já. Þú veist, hvað maður nafnaveislu og blöðrur og cupcake. Já, Ameríka. Hefur komið til Ameríku? Já. Hvert hefur komið? Bara New York reyndar. Já, Já. var ekki gaman? Já, ræði. Ég hef tvisvar reyndar- farið til New York. Vinkun okkar sameileg, hún fór á stand-up í New York, hún sagði, og það var svona, þú veist, comic stand-up, hún sagði hún að aldrei á æfinni hleið jafn mikið eins og hún væri konstant að guppa. Já, nákvæmlega. Já, það væri gaman.
En ég meina, og líka gaman, bara, Já. þú veist, það er bara gaman og líka minnst Bandaríkjamenn, þú veist, þeir eru svo góðri að tala um tilfinningar. Rosalega góðir. Bring it on, Já. Og það er eitthvað svona... Hefurðu reynslu af því? Hefurðu reynslu af því? Nei, þú sér það bara í svona raunveruleika svona þáttum. Dr. Phil? Nei, svona raunveruleika þáttum. Já. Og líka Dr. Phil náttúrulega. Og svo er eitthvað svona að því þetta er svo kapitalist að þeir hjálpa til. Þú veist, það kemur eitthvað upp á hjá nágrannaðinum og þú ferð með, þú veist, eitthvað mat til hans eða, þú veist, þau hjálpa í kannski smærri samfélögum en það er svona, þú veist, það er ennþá þetta að nágrann líti eftir þér að, þú veist, að því að ríki er ekki fara að gera það. Þannig að þú... Og líka, þú veist, hérna myndi enginn, þú veist, fara að taka upp rusl á götunni að því að ríkið á borginu á að koma að gera það. Þú veist, það er alltaf þetta, hvað er borgin ekki að gera neitt eða... Svo, já, ég veit það ekki, ég held að bara... En hvað er það sem að svona stingur þig út af Svíþjóð? Ég man bara, ég var ekkert mann að vinna þarna og í verkefni og ef maður labbaði yfir á rauðu ljósi þá hrópaði fólk á mann. Það var engin bíl. Þú veist, það bara... Já, það er reynda, ég upplýði þetta í Danmörku. Mér finnst Danmörku vera alveg bara... Já, það er alltaf líka... Mér finnst Danmörku vera verra. Ég hef verið lamin með regnhlífa því að ég... Það er slæmt líka. Sko. Ég hjóla vitleis akrin. Já. Svo var ég alltaf að gera svona inn á börunum, tók upp sígarettu og kveikt á kveikjara og það bara kom alltaf allir, nei! Ok. Þú veist, mér finnst þetta bara ekki... við skulum ekki tala meira um Svíþjóð. Nei. Það er bara Svíjar að horfa á þetta. Nei, sko. Eða hlusta. Á ég segir eitt sem mér finnst samt ógustlega skemmtilegt, þar sem ég finn Svíjan í mér sem að stuðar þig, er að það kom vinnur minn í... Nei, stuða mig ekkert. Mér er bara leðilegt að ég sé líka móðga Svíjan inn í þér og heila þjóð og alhæfa og... Á ég segir eitt sem er ógustlega cool með Svíja, sem ég tek eftir. Ég fekk Svíja í mat og ég var að læra leiklist í Svíþjóð, það var ógeðslega cool af því að það var svona, það var ekki mikið... Þú varst alltaf að tala um Svíþjóð þegar þú varst yngri, þú varst bara obsessed á þessu landi og Ítalíu. Já, sko, ég var aldrei verið obsessed á Svíþjóð er bara, en ég hef verið obsessed á Ítalíu. Já, síðan frá upphafi aldar. Já. Sko, það sem er skemmtilegt með Svíþjóð sem að ég skil að geti stuðað hér í þessu í svona podcasti er að það er oft, ég tek eftir, Svíjar geta oft verið svona skemmtilega fræðandi bara í matabóði, þess að hei, veistu okkur ritvélin er eins og ritvélin er? Nei, í alvöru, bara í miðju matabóði, það kom einn vinn, hann heitir Stefán, hann myndi örugglega vera glaður að horfa á þetta. Hei Stefán, Stefán, já. Og hann var að segja, veistu okkur ritvélin er eins og hún er? Veistu okkur takkarnir eru raðaðir eins og þeir eru? AF, varst ekki... Já, af því að það var eitthvað með framleiðsluna. Nei, það var að því að sá sem var að búa til ritvélina átti að segja á því að þú notar stundum þessa stafi saman, þannig að þeir mátt ekki klessast saman. Já, af því þetta voru svona, þetta voru svona angar. Já, þannig að þeim var raðað, þannig að þetta er svona eins og, þú veist... Hælt í þessu, síðan þarf maður að læra eitthvað fáránlega, síðan er þetta bara fingrasetning. Já, þetta er ekki neitt lógík, þetta er ekki nótur, ekki neitt. Já, og maður bara að finna upp sína eigin fingrasetningu náttúrulega. Nei, maður átt að læra þetta í rit. Já, ég veit, en núna á að segja bara við krakka, heyrðu, gerð þú þetta bara eins og þér fyrst þægilegt að gera þetta. Ef ég var að kenna hvað heitir þetta, fingrasetningu, myndi ég segja, þetta er ykkar fingur og eins og í gamla dag var kennt að gera svona að því að vélinn var með svona, mátti ekki flækjast eða eitthvað. Akkurat. En núna, þá er þetta þínu fingur og þitt lyklaborð og þú gerir bara eins og þig langar að gera. Þú ert ógeðslega, ef þú lærir
í gamla dag var kennt svona að gera svona úslega skringilega Já. og þannig er maður ógeðslega lengi nema maður að finna puttarnir þínir eða finna út hvernig þeim finnst best að gera þetta. Þannig myndi ég kenna fingrasetningu. Akkur að kenna heitt? Er það geðvegt? Ég elska. Hvað er geðvegt? Ég elska. Er það djók? Ég bara það er eina sem ég gerði heima í skóla á Íslandi. Ég var leikfimi og þetta. Ég lokaði mig bara niður í stórkompu og hlusta á tónlist og bara Mér finnst þetta að vera frjálst. Akkur að þetta ekki vera frjálst? Akkur að gera þetta út frá einhverju gamallri vél? Já, ég skil það með daginn í dag en ég segi að þetta var svona satisfying í gamla daga. Svona Új, ekki fannst mér það. Mér finnst þetta ógeðslega leðilegt og ég lærði þetta aldrei. Mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt. Mér finnst þetta hræðilegt. Það er svo geðvegt. Heyrðu, Hvað svo? Sko, ég er alltaf að pæla, hér eru bara einhver ævintýri. Að ég lesa ævintýri. Sagan af Kongsdótturinni og Kölska. Að ég lesa það? Viltu, að ég lesa? Já. Ég er eitthvað svo... Ég finna að ég er svona ekki alveg svona næg ekki alveg að slaka á. Ég næg ekki alveg að detta inn. Vistu hvað ég meina? Það bara dettur út. Já. Það er líka alltaf leið. Ég var að lesta fyrir fólk. Þú mátt alveg kommenta. Akkurat, ég var að spá hvort við getum rætt. Já. Ok, þetta er ævintýri og ævintýri heitir Sagan af Kongsdótturinni og Kölska. Það var einu sinni kóngur og drottning í ríki sínu og karl og kerling í Garðshorni. Kóngur og drottning áttu sér eina dóttur. Karl og kerling áttu sér einn son. Í þessu ríki var kristið fólk. Kóngur hélt mikið upp á dóttur sína og þó menn bæði hennar vísaði hann öllum frá. Hjá kónginum var ráðgjafi sem hét Rauður. Hann ætlaði sér Kongsdóttur. Karlssonurinn var gott mannsefni. Hann elskaði Kongsdóttur og þau hefðu hvort annað en þorði ekki að láta því bera. Ég var að fara yfir þetta svo fólk ná þessu. Hvaða Ég næði þessu ekki alveg. Ok, það er kóngur og drottning í ríki og síðan karl og kerling. Kóngur og drottning, þau er eina dóttur og karl og kerling er einn son. Og í þessu ríki var kristið fólk. Kóngur hélt mikið upp á dóttur sinna og hún mátti ekki byrja með neinum. Hjá kónginum var ráðgjafi sem Rauður og hann vildi Kongsdótturina. Ok, náðu þú svolítið? Sko, erum við að taka Jung analýsu á þetta? Já, það er flókið mál, sko. Ég meina, ef við setjum þetta í, þú veist, samhengi við það sem er að gerast inn í okkur, það er vondi kallinn. Nei, við verum þá að vita, sko, hver er aðal sögupersona. Okay. Þá er það Kongsdóttirin, hún er aðal sögupersona og inn í henni er sem sagt, inn í henni er kóngur og drottning og karl og kerling og kóngurinn er einhvern veginn. Já. Ég er að fylgja, sko. Ég veit ekki alveg. Sko, ef þetta er tekið út frá, Women That Runs With Wolves, þá er, og þetta er tekið svona, þá er farið eins og inn í sálartetrið, af því að við, að vera snar og vera grimmur, þá þarftu að eiga innri ævintýri. Og það sem heyrist er að við erum öll með einhver svona siðferðskend sem getur verið Kongsdóttirinn, þú veist, hún er góða og svo ertu með verndarana, konungur og drottningin sem að, nei, ég vil ekki þetta. Nei, sko, ef þetta er út frá Jung, þá er Kongsdóttirinn, þá er allt sem gerist í ævintýrinu, gerist inn í hennar sækiki. Svo þá er hún ekki inn í, þú veist, þá er konungurinn og drottningin inn í henni. Já. Karl og kerling inn í henni. Svo þurfum við bara að vita og síðan er eitthvað Rauður þarna. En þetta er, þú veist, þetta er svona, ég veit ekki, ég er ekki alveg búin að ná þessu, samt er ég búin að fara á ósla marga fyrirlestra hjá
Helga Garðari Helga, hann að geðlæknin sem alltaf með fyrirlistur þetta. Hann ógeðslega klár í þessu og ég búin að reyna að fá hann í þennan þátt. Hann samt svona algjör, hann ekki fara að koma sko held ég. Ég vildi óskast, kannski seinna. Einu sinni sem oftar fór kóngur út í skó á dýraveiðar. Hann fór frá mönnum sínum og varð einn. Þá kom svo mikil þoka að kóngur sá ekkert frá sér og viltist hann lengi. Loksins kom hann á einn hól og ætlaði að láta þar fyrirberast. Þá kom til hans maður og spurði hvort hann ætlaði að vísa honum til borgarinnar. Kóngur vildi það. Þá verður að gefa mig dóttur þína, sagði komumaður. Býti, ég skil ekki, hann fyrir að dýraverða, hann villist en síðan kemur eitthvað til hans og þá vísar hann honum. Sérðu hvað það verður flókið að ráði þetta inn í sækiki? Já. Ok, kóngur færist undan en hinn gaf engan annan kost, svo kóngur játaði því síðir og lofaði að láta færa honum dóttur sína á þennan hól innan 4 daga. Því að það áskildi hann líka. Mest svolítið erfiður texti, ja. Síðan gekk hann með kóngi dálítið spöl og þá þekkti kóngur sig og vissi á hvaða hól hann hafi verið. Fylgjarinn skildi nú við hann, en kóngur fór heim til borgar og sagði frá þessu. Hirðprestur kóngsins sagði að þetta mun hafa verið kölski. Þetta svolítið gott að reyna að greina þetta. Þá var kóngurinn hryggur og lét boða út ganga allt ríkið að hver sem geti frelsað dóttur sína og fært sér handskrift frá kölska að hann vildi hann ekki, skildi fá hana. Rauður myndi reyna. Hvað sé tækist þegar til hennar væri að vinna. Ok. Stoppa þú bara þegar þú vilt eitthvað grípinni. Karlsson fer nú að finna kóngsdóttur og var sorgbitinn sem von var til. Hann sagði að hún skildi koma til hirðprestsins með sér. Þau fóru nú til hans og meðtóku sakramenti bæði og gengu síðan nóttina út á hólinn. Og kom kölski þar. Karlsson sagðist vera komin til að færa honum kóngsdóttur. Kölski sagði, hún hefur drukkið eitur, farðu með hana aftur, kottu aðra nótt með hana skár til reka. Byrju, hver sagði hún að drukkið eitur? Kölski. Hann vildi hann ekki. Hann sagði hann kom með hann næsta dag. Ok. Þeir skildu og fór Karlsson heim með hana. Daginn eftir voru þau enn til sakramentis fyrir presti og fóru aftur nóttina. Þá kom kölski og var í slæmu skap og sagði, svik eru þetta. En hún hefur drukkið eitur og farðu nú með hana heim aftur og kottu með hana aftur aðra nótt og láttu hann ekki drekka þetta oftar og þó verra en fyrr. Hann fór svo burt en Karlsson fór heim með kóngsdóttur. Þau fóru til hirðprestsins daginn eftir og voru enn til sakramentis. Hvað það? Að þeir fóru að taka svona oblátur eða eitthvað. Það svo kristin. Já. Og nú hafði Karlsson með sér kaleg fullan að helguðu víni og fóru enn út á hólinn. Já, hún alltaf að fá sér hún að drekka heilagt vatn og það finnst kölska að vera eitur, er það ekki? Kalega helguðu víni, helgavín og fóru enn út á hólinn kvöldi. Kölski kom og var heldur illur í skapi og sagði, auðsig að þið viljið svíkja mig, þar sem hún hefur enn drukkið eitrið. Hún nú orðin óhæfilega handa mér, svo ég vil ekki sjá hana. Það réttast að þú hafir hana.
Þá skaltu, segir Karlsson, gefa mér handskrift upp á það og þú viljir hann ekki. Kölski vildi það ekki. Karlsson sagðist þá myndi hella úr kaleknum yfir hann. Kölski vildi það ekki. Þetta er ókesla skrítin, sagði. Ok. Lét hann fá handskriftina og fór svo burt. En þau fóru heim í Kóngsríki. Kóngsdóttirinn fór í skemmu sína en Karlsson heim í kot og ráðgerði að færa kóngi handskriftina miðan dag og biðja hennar leið. Meðan á þessu stóð lá kóngur í hugsíki og vissi ekkert hvað gerðist. En Rauður fór að hverri nóttu upp á hallarmæninn og barðist þar á hæl og hnakka og reif sig í framan. Hann hefði njósn af eða svona heyrtum, að Kóngsdóttir myndi vera frelsuð en ekki vissi hann að Karlsson hefði handskriftina. Þá fór hann strax morgunin til kóngsins og var alblóður framan í. Hann sagðist allar nætur hafi verið að fljúast á við Kölska þar uppi á hallarmæninum og loksins í nótt gat ég gert hann svo hrættan að hann gaf mér handskriftina en þegar ég sleppti honum reif hann hana. Ja, Rauður allar að ná. Kóngur sagði hann hefði unnið til dóttur sinnar og lét sækja hana og hirðprestinn og skipaði hann að gefa þau strax saman. Kóngsdóttirinn var svo hissa á þessu og hún vissi ekki hvað hann átti að hugsa. Hún sagði að þessi hefði ekki frelsað sig heldur Karlsson sem bara nobody, eða ekki, af því að þessi Rauður ráðgjafi konungs. Kóngur sagði að hún skildi þegja heldur hann að ljúga. Presturinn sagði að hún myndi segja satt því að hann hefði verið til sakramentis fyrir sér með henni. Þið eru öll samráða í svikum við mig, segir Rauður. Geðu okkur saman eða ég drep þig. Prestur og Kóngsdóttir þorðu nú ekki annað en að hlýða og sest Rauður á brúðarbekk og setur Kóngsdóttir hjá sér. Þá var komað miðdegi því að Kóngsdóttir hafði, ég veit ekki, kannski er þetta bara einhver sem var að skrifa þetta í síðustu viku. Þetta ævintýri, sko. Það skiptir einhver máli. Ok, ævintýri verður samt til allir gera það, allt samfélagið. Þannig verður ævintýri til. En að ég segja samt hvað ég held, sko, ég horfi ekki á þetta eins og hún sé aðal, ég horfi á þetta eins og þetta sé allt the psyche. Þú veist, öll sagan sé innra með, þetta er innri barátta mannesku inn í sér. Já, það er... En ég horfi ekki á það eins og hún sé aðal. Já, eins og samfélagið, já. Já, bara, þú veist, þetta er eins og við erum öll með Kölska einhvers staðar í okkur. Við erum öll með Rauð í okkur, þessi sem er með réttlætis. Við erum líka með góða Svían sem að hejsan, skal ég hjálpa þig? Og þú veist, þetta er allir þessi karakterar. Svo erum við með foreldravitundina. Já. Ok, en við vitum ekki hvort þessi Rauður eða Karlsson sem að, þú veist, fær hana. Ok, það var komið miðdegi því að Kóngsdóttir hafi taðið við fyrir þar sem hún gat og verið lengi að búa sig. Svo þegar hjónavíslan var að byrja, kom Karlssons og gekk fyrir kóng og réttu hann handskriftina. Leit síðan til brúðurinn og sagði, ertu ekki trúrri en þetta? Hún laut niður og grét. Þá sagði kóngur við Rauð, þú ert ekki trúrri en þetta, Rauður. Þá sagði kóngur við Rauð, þú ert ekki trúrri en þetta, Rauður. Þessi gat sýnt handskriftina en þú lýgur. Of lengi hef ég trúað þér og mun þetta ekki verið fyrsta sinni sem þú hefur svikið mig en það skal það ekki verða oftar. Og lét hann þá taka Rauð og drepa hann. Og gifti Karlssyni dóttur sína og gaf hann hálft ríkið allt eftir sinn dag og þau unnust til 11 daga og út er þessi saga. Þetta er sko einmitt. Rauður er næstur honum, sko. Næstur konungi. Já. Það er oft svikarapurinn. Já, líka sko
þetta er svona svolítið svona móralst að Karlsson er svona þessi sem að fer góðu leiðina, þú veist, hérna er búin að vinna sér inn. Já, það er þegar þú ert að sjá þetta utanfrá. Já. En ef þetta er inn í henni? Ef þetta er inn í henni, þá, sko eins og ég hef lært í einhverju sem heitir Conscious Communication, það tala að við séum með, við erum talað með hidden beast, það er allir með það. Þannig að þegar við missum algjörlega allt í lífinu og allt fyrir til fjandans, þá vaknar það sem er hinn faldi kölski sem er til svona inn í okkur og við höfum ákveðið val það, þú veist, og það getur verið með hræðslu áróðri og með bænum, að vilja ekki vekja upp það getur vaknað með fíknum og svoleiðis. En svo eins og maður skynjar, rauður er svolítið svona svo shadow, þetta aggressíva, þú veist, að rífa sig framan, vera með, þú veist, að vera... En þetta er líka svona þrá. Já. Eða, þú veist, þetta er líka svona passion. Já, það getur verið obsession líka. Já, obsession. Þegar það er orðið óheilbrigð þrá sem getur orðið vond fyrir hina. Þannig er bara að hugsa sig, rauður er bara að hugsa hvað hann vill. Já. Hann er ekki að hugsa hvað er henni fyrir bestu. Nei. Hann er bara að klóra. En síðan er það, hvað er hann innra með henni? Já, þetta er ekki einfalt að gera. Nei. Já, ég skil. Þú veist, ef það er það að taka svona ævintýri sem að þekki betur. Sko, ég hef aldrei heyrt þetta. Í bók sem ég mæli með allir kíkja einhvern tímann á sem heitir Women That Runs With Wolves. Akkur er alltaf fordóma fyrir þessar bók. Allir búin að benda mér á hana. Hún er ekkert... Það er allir búin að benda mér á hana. Já, ég veit það. Það er ógeðslega litli stafir, þannig að þetta að lesa hana, en hún er sko... Hún getur bara hlusta á hana. Já, hlusta á hana, sko. Allar sögur ekki góðar, en það eru margar góðar. Já, þetta eru margar sögur. Margar sögur og svo er tekin analýsa. Já, ok. Þú veist, fyrst er sagan, svo kemur einhver hluti sem er einhvern veginn svona útskýring af karakter, svo kemur analýsan. Já. Og fyrsta sagan gjörbreytti miklu, hún hét Bluebeard, sem sagt bláskeggur. Og hún er rosalega góð vegna þess að mér fannst hún eiga svo vel við MeToo-málin, af því að það er svo mikið verið að segja þessi er vondur, þessi er narcissisti, þessi er gerandi, þessi er fórnarlambið. En í fyrstu sögunni þá er talað að ef að þú þekkir ekki vondakallin inn í þér, þá myndu alltaf leita á hann fyrir utan þig. Og í þessu ævintýri, Bláskegg, það er konungsdóttur sem verður ástfangina af vondakallinum og svo er systurnar hennar og bræður hennar og allir hennar var hennar við. Svo kemur það ljós í sögunni að Bláskeggur drepur alltaf konurnar sínar og geymir beinagrindirnar inn í höllinni og svona, þetta er rosalega flott saga. Og hún, einhvern veginn við það sjá að hann er að drepa konurnar sína, þá fær hún kraft. Og það er einhvern veginn eins og að þetta er bara næsti kapli. Já, og þá er hún að sjá það innra með sér. Hún er að sjá það innra með sér. Já. Í sér. Já. Og þannig, já, þannig hún byrjar inn í ævintýrinu svona saklaus og verður svona flottasti gaurinn, bara Elvis on the spot. Og við erum eftir að tala Elvis. En allavega já, þá... Já, ég er óksla til í það. Já, Elvis, oh my god. Elvis hefði til dæmis núna verið kanselaður svona big time svona 40.000 sinnum. Þú veist, Ingo Vestmannum, Elvis, þú veist, hann hefði verið mikið kanselaður. Og en málið er að þarna er, og þetta var ósvalega breakthrough að fara gegnum þessa sögu, af því að þá við erum með þetta öll inn í okkur. Og þess vegna MeToo-hreyfingin er ósvalega góð af því að þú veist það er svo gott að það má fara að segja hluti. En svo, og hvað svo? Hvað eigum að fylla Panama af vondum köllum, þú veist? Hvert förum við svo? Og þá förum við og skoðum inn í okkur, já, ég þekki þessa hlið inn í mér, ég þekki þessa. Og sögurnir eru svolítið þannig. Svo er ein saga sem heitir Red Shoes, eða rauði skór. Hún er náttúrulega alltaf ensku, er ekki búið því þetta. Og hún er mögnuð, hún fjallar fíkn. Hvernig fíknin lætur þig fara frá öllu sem þú elskar. Og lítil stelpa sem bara elskar rauðu skóna sína og rauðu skotnir fara að taka yfir og rauðu skotnir láta hann að dansa og hún sagði ég vil fara að sofa en rauðu skotnir sagði nei, þú vildi rauðu skóna, ég ræð og þú veist, þetta er bara og þetta er allt svo ævintýri með Baba Yaga, ég held að það sé rússnesk, rosalega flott ertu að hlusta á innsæið eða ekki, ertu í alveg að hlusta hvað þér finnst, þú finnur það er norn í skóginum en þú hugsa, neða, getur ekki verið og ferð svo út í skóginn, þú veist, þannig að það er allt þetta. Og það sem ég skynjaði núna með þessu sögu er að
rauður stendur svolítið fyrir þegar að passjónið er orðið, nú var ég bara slega destruktíft, þegar passjónið er farið að vinna gegn manni. Já, þú bara vilt fá kongsdóttur og vilt fá þetta. Og og kannski stendur kongsdóttirin svolítið svona fyrir miðjuna í okkur. Við erum öll með svona hlið í okkur sem að, já, það þarf að fara í bónus, það þarf að gera þetta. Þú veist, þetta svona, en svo er að finna þetta samspil, að því að svo getur rauður, ef við náum að láta hann þjóna okkur, þá getur hann orðið drifkraftur í, þú veist, kreatífu. Já, einmitt. Já, ég held, þú veist, við að þekki ekki öflin í sér, þá er maður svo, maður í fyrsta lagi svolítið hættulegur, Já, algjörlega. hættulegur í aðstæðum sem væru. Það er eins og við höfum talað um áður, ef þú þekkir ekki þig, þá þekki allir aðrir þig og það er hættulegt. Einmitt. Þá ertu bara í vondum málum. En líka eins og í COVID, ég er alltaf að hugsa um þetta, ég bara, þú veist, það var eitthvað við mig sem ég þekkti ekki að því ég hlýddi öllu. Já. Þú veist, mér er svo hrikalegt að hafa hlýtt öllu. Já. Öllum þessum fyrirmælum. Ég er svona bara, já. Vá, hvað ég skil hvað þú getur ekki verið í Svíþjóð og Danmörku. Nei. Sem bara æðislegt. Það er náttúrulega, það er kosturinn við að vera hérna. Það er svo mikið frelsi. En þurfum einhvern veginn að, við komumst upp með rosalega mikið að fara ekki eftir fyrirmælum hér. Já, og ég meina, þú veist, það er ekkit hollt að fara eftir fyrirmælum. Þú veist, ég er alltaf að hugsa um síðar heimsstyrjöldina þegar fólki var að skrúa upp í gasklefa. Já, akkurat. Ég er alltaf að hugsa um það. Já, auðvitað. Og það er svona, þú veist, maður verður að vita hver maður er að því að maður er kannski alltaf inn að fara að fylgja ykkur sem er, þú veist. Já, algjörlega. Sem er gegn maður samfæringu og Algjörlega. maður er bara að hlýða og þú veist, það er mjög hættulegt. En það er það sem er náttúrulega að koma, það er náttúrulega sá tími, það er hinn öldin, fiskiöldin, þar sem að þú hlustar á orð frá Jesú, þú hlustar á orð frá kirkjunni, þú hlustar á prestinn, að því að Guð og allt var fyrir utan þig. En það er það sem við eiginlega erum farin að átta okkur á núna, eins og staðan er núna, að Guð og allt er inn í okkur líka. En síðan líka eitt annað. Þetta er hann inn í okkur, hann er í öllu, örugglega. En já, pottþétt, öllu held ég. Ég held það allavega. En þú veist, vaspurinn er líka sem geti verið, þú veist, að því hann er svo ópersónulegur. Hann er svo ógeðslega ópersónulegur. Og þá geti að verið, þú veist, að það sem við erum að setja fram, þetta persónulega, að við munum átt okkur á því að þetta á við alla. Já, akkurat. Eða þá að við förum út í eitthvað sem bara mjög ópersónulegt. Já. Við erum að koma úr rosalega persónulegum tíma, eða ekki? Hefur þú séð Baby Reindeer? Nei, ég hef ekki séð. Það er rosalegt. Það er náttúrulega... Hún er að stolka eitthvað. Já, en strákurinn sem skrifar um þættina, hann náttúrulega byrjar að segja rosalega í mikillri auðmygt frá sínum sárum. Hann er að reyna að vera leikar og gengur svo illa. Og svo fer hann bara í óendanlegan heiðarleika og segir frá sér og öllu sem hann er lent í og hann bara slæri gegn. Ég held að sé Spielberg einhver sem segir aldrei, hann skrifar og skrifar um sitt, um sín sár og þannig að það er það sem snertir svo mikið, það er þessi óendanlegi heiðarleiki sem er núna. Og þetta myndi ekki virka ef þetta hefði sett upp eins og okkur Hollywood þáttur fyrir 20 árum, þetta hefði bara verið skrítið, en þetta er svo nálagt hvernig hann setur þetta upp. Já, kannski að því að þú veist, það er minni dómur í, þú veist, að maður er til í að spegla sig í því. Einmitt, maður getur speglað sig í öllum karakterum og hann veit ekki hvort hann er fórnarlamb eða er hann gerandi eða er hann ofsækjandi. Þú veist, hann er alveg, þetta er rosalega óhugulegt, en rosalega flott hvernig hann gerir þetta. Og það er það sem er kannski núna, það er svona, ef að, þú veist, þessi hlýðni og svona, hún myndi líklegast, ég menn hún virkar á þeim stöðum þar sem fólk hefur ekki frelsi og hefur ekki tjáningafrelsi, en hér myndi að vera svona, ég held það,
Ég meina, það eru margir að hlýða mörgu hér líka. Ég meina COVID, þetta bara gekk smur, sko. Já. En þarna, þegar þú segir þetta, hérna, hvað er hann gamall? Að hvað kynslu er leikstjórinn? Eða sá sem skrifar? Hann er miklu yngri en við, sko. Já, alveg einmitt. kollungur. Rosalega Þeir eru flottur. svo miklu opnar en Já, við. alveg rosalega. Svo var ég að pæli, ég að fara þarna á snertingu, ég og mamma ætluðum að fara í bíó. Já. En mér veist, hann er alltaf svona, vill vita hvað er að gerast innra með fólki og svona. Já. En mér finnst eins og hann, Sjóðan og gamall. Svo ekki að vera eftir kynslu. eins og hann sé, mér finnst eins og hann sé svona, já, kannski að hann haldi að hann sé með þetta figured out. Þú veist, sæki mannsins. En við erum svo, þú veist, bara þú segir þetta, þú veist, veit ekki hvort það sé fórnalöp ofsækjandi eða, þú veist, ég veit ekki hvort að Ólafur nær að Ég held að þetta sé fara þarna, sko. Ég held að þetta sé Ég hef eftir að sjá þessa mynd. Ég hef ekki lesið bókina, sko. þarna svar við ertu í Sjálfstæðisflokknum eða ertu Vinstri grænn eða ertu í Framsókn, þú veist, þessi flokkun og þessi er gerandi og þessi fórnarlamb og þessi er gerandi og allt þetta og þetta að cancela einhverjum sem að er eðlilegt svar við einhverju sem er gerst og eðlilegt svar við einhverju sem er meitt einhvern, en við erum samt á leiðinu að komast lengra. Að við erum að læra miklu, ég meina var eitthvað þáttur fyrir 10-20 árum og þarna kemur þetta með róbótarnir taka yfir allt, Guð blessi róbótana, en compassion og samkennd þú getur ekki búið til í róbót og það er það sem að mun gera okkur rík ef að við erum þar, ef að sko auðvitað, þú veist, gerendur þeir eru náttúrulega líka fórnarlömb en getur talað smá Elvis Presley. Við erum að renna þetta. Ok, tökum það bara næst. Ég er að fara í bíóna bara 3. Já, ég er að fara að vinna, hvað klukkan? 1:30. Ok. Ég þarf að ná í mömmu og... Geturðu skuttlað mér? Já. Takk fyrir. Við þurfum að enda þetta. En ok, draugum þetta saman, til þess að sko, ævintýrið er innra með okkur og allir karakterarnir í ævintýrinu eru innra með okkur og það getur verið áhugavert fyrir þann sem hefur áhuga á. En þá getur maður litið á bara lífsitt. Hort á lífsitt og umhverfið og personur og leikandur. Og má ég skjóta einu inn í þetta galleri, nei, ég er að tala. En sett þetta galleri inn í sig. Akkurat. Og byrja að reyna að lesa. En þetta er ekki, þú veist, ég sé það bara út frá þessum fundum í lífsbyggjufélaginu. Þetta er alveg svona, allavega ég er ekkit rosalega, ég finn bara að maður getur lært mjög mikið að lesa svona. Ég held að kunstin í lífinu er að það sé aldrei tilfinning amdon. Þú veist, ég er búin að læra nú. Skilur, að það sé alltaf opnar dyr, að við getum alltaf lært meira og meira og meira og meira. En my point, eða þú veist, það sem ég er, minn punktur í þessu er að, þú veist, við getum alltaf einhvern veginn, þú veist, ef við ætlum að sjá lífið mitt, þetta er ævintýrið mitt og hvað er í gangi og síðan alltaf þetta, lesa meira. Ég var búin að sjá fyrir mér í dag að við myndum tala partasálfræði sem er rosa skemmtilegt en við höfum ekki tíma. En það sem við fórum að þessi inn á er svolítið þetta, við erum með svo marga parta innra með okkur. Já. Allan heiminn. Nákvæmlega. Ef þú ferð alltaf lengra og lengra, það er alltaf parturinn í partin í part. Þú veist, þetta er ekkit eitthvað svona, það er líka svo flókið. Svo það er ekki eitthvað vinna sem, þú veist, þú ferð ekki bara eitthvað partavinn og svo bara, já, ok, þú getur bara verið endalist í því. Það er alltaf parturinn í partin í parti. Þú veist, það er ekki eitthvað svona sett sem þú bara byrjar á og svo bara nærða. En ég er ofta að tala við allt settið.
Þetta var allt og opin setning. Bara svona, til þess að taka þetta saman, gott fyrir hvern og einn að tala við settið innra með sér á hverjum degi. Það mjög gott. Og ég meina, þú veist, fólk getur bara, ef það rödd, þú veist, það allir með raddir í hausnum, þá þetta að segja bara, hæ, takk fyrir að koma. Akkurat. Tilfinning, segja hæ, takk fyrir að koma og búa til svona rými, ákveð rými sem býr til fyrir þetta. En þetta alls ekki leið fyrir alla, það bara, það fer eftir hvernig þú ert víraður, sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, það rosalega margir sem tengja ekkert við þetta. Og finna þetta ekki og sjá þetta ekki og bara hugsa ekki, bara þeirra sæki ekki svona, birti sig ekki svona. Vá. Já. Áhugavert. Ég ætla ekki að segja neitt meira, þú ert herfóringin á svæðinu. Núna? Já, ekki komið tími? Jú. Er ég herfóringin í dag? Já. Gott! Yes! Ég bara hlýðin hermaður í dag. Þú stóðst mjög vel í þessari orustu. Takk fyrir, elsku áheyrundur og þið sem eru að horfa og þið sem hafa hrósa okkur. Við erum mjög glaðar að fá hrós og þið sem langar, ykkur sem langar að gefa okkur stjörnu á Spotify, þá elsku stjörnur og helst 5 stjörnur. Og allir út í sal, gott takk fyrir að klappa ekki, af því að við fáum svona áreiti, svona suð í eyrun þegar við klappið, þannig að við þakkum fyrir það. Og það eru svona 3 punktar á Spotify upp í hægra horninu og takk Laufi fyrir að taka upp og takk kæri Guð og takk Grímsævintýri, takk elsku sól, farðu nú og láta sjá því í Reykjavík og okkur alveg saman og kannski Snæfellsnes helgina. Ok, takk. Já, takk. Hasar með grimma og snar. 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 Að það svona þægilegt að hlusta þegar þeir eru rólegir. Það er þægilegt, allavega að maður hlustar á podcast, þú veist, ég var ekki að hlusta á